En ef ekki bara taka fyrst þá spurningu sem að hefur fengið flest atkvæði, henni kannski aðalega beint til loftslagsvísindafólks. Hver er loftslagsvísindafólk hérna? Nicole. Ef loftslagsvísindafólk fengi að ráða öllu, hvaða 3 aðgerðir myndi að setja allan kraft í mannafla og fjármagn, semst allan kraft mannafla og fjármagn í? Já, ég veit nú ekki hvort að það sé samstaða það, þannig að ég ætla bara aðeins að vera með smá vanangaveldur og kannski eru svo Jóhann og Arnór með eitthvað fleira. Líklegast í fyrsta lagi bara hætta með jarðefnaeldsneyti, bara hætta við, bara núna á morgun helst, með allt því sem það hefur í för með sig. Síðan bara náttúrulausnir að tryggja það að hvernig við notum landið sé sjálfbærn og tryggja það að sé verið að vernda og tryggja líka líffræðilegan fjölbreytni. Og í þriðja lagi, hvað geti það verið? Ég myndi giska bara reyna að fara full power í fræðslu á heimsvísu og til þess að sýna fólk fram að það eru tækifæri og við höfum bara alltaf hagnast því að vinna þessa baráttu. Það er mín 3, ég veit ekki hvort að þið viljið bæta einhver við. Viljið bæta einhver við hérna á hægri vengnum, svona frá mér séð? Kannski ég fá aðeins að bæta við það sem Nicole segir. Og ég hugsa nú hlutana yfirleitt alltaf út frá þessu málaflokki sem ég að vinna í, sem landnýting, þessi LULUCF-flokkur. Og hann svolítið magnaður vegna þess að þó að þetta sé kannski í rauninni fíllinn í stofunni, það er geysilega mikið losun eins og sjáið frá landnýting og frá landi og okkar athöfnum, að þá leið alveg gríðarlegir möguleikar sem felast í því að nota náttúruna til þess að binda kolefni og binda það í vistkerfum, binda það í náttúrunni. Og þetta í raun og veru það sem við erum að reyna að stefna að, en hlutirnir ganga hægt, það þurfa margir að leggjast á árarnar og eins og Nicole segir að það þarf fræðslu og þetta kannski einn af þessum þáttum sem að fólk hefur ekki almennt átta sig nógu vel á hvað er mikilvægur og hvað þetta felur mikla möguleika í sér til framtíðar. Arnór, vilt þú bæta við? Nei, ég get bara tekið undir það sem þau sögðu, en ég held að það sé þannig að við höfum svo stuttan tíma, við þurfum að bara gera allt og það er ekkert svona hægt að vera eitthvað að velja eina aðgerð fram yfir aðra, við þurfum bara að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir hlýnun jarðar. Þetta pallborð svolítið eins og raunveruleikinn, sko. Við höfum stuttan tíma og við viljum svara öllum spurningum, við munum kannski ekki geta það ef við gerum okkar besta. En mér finnst þetta einmitt áhugaverður punktur sem ég hvet fólk til að taka heim með sér. Við höfum ekki val að fara í eitthvað eitt uppáhaldsverkefni, það verður að berjast á öllum vígstöðum. En núna er spurningin sem er hérna efst á blaði, hún er til ráðherra og hún er beint fyrir framan hann, þannig hann er nú búinn að sjá hana. En spurningin er sem sagt, losun er enn að aukast, þurfum við ekki mun harðar aðgerðir og þetta mun er með svona stórum stöðum í spurningunni. Hvað segir ráðherra það? Þurfum við ekki bara að fara mun harkalega í þetta? Hvað eru harðari aðgerðir? Sko, í einum fullkomna heimi, þá er þetta einhvern veginn svona í mínum huga. Og þessna er ég alltaf og við öll að reyna að draga fram stóru myndina. Segjum bara að við værum bara 40, ekki 400.000. Heyrðu, langar okkur ekki þangað? Jú. Ef ekki bara drífa okkur? Jú. Hvernig gera við? Þurfum að vinna saman að því að það er fullt af þekkingu sem að einhverju með sem ég hef ekki og ég vil ná árangri. Og það er það sem við erum að gera. Það er alveg rosaleg vinna. Það var mjög góð kynning hérna á varðandi vegvísi atvinnulífsins. Ég held að við enga hugmyndum hvað þetta er búið mikil vinna á bakvið þetta. Það hefur verið einfaldara að við sætum bakvið skrifborðið í ráðuneytinu og settum einhver reglur sem einhver myndi segja betur við fyrirgefið því augljóslega vissi ekkert hvað er að tala. Sko. Þetta er ekki raunhæft og það er hægt að fara allt aðra leiðir og miklu betri. Sko, þegar ég er að segja að við þurfum að hlaupa hraðar, það er vegna þess að við þurfum að hlaupa hraðar. En ég held að við getum ekki náð þessum árangri nema að gera það saman. Og það tekur tíma að undirbúa. Og ég meina, ég er að læra nýja hluti á hverjum einasta degi og ekki það að ég verið með ranghugmynd að ég vissi alltaf áður ég mætti á vettvang. Það er alls ekki þannig. En ávinningurinn er augljós
og eina leiðin okkar þarna að vinna saman í þessu og það líka bara skemmtileg leið og það mjög margt skemmtilegt sem kemur út úr þessu, fullt af hlutum þegar við hittumst eftir ár og við förum að skoða hvað við vorum að ræða hér okkar á milli. Það verður margt búið að breytast vegna þess að setur allt þetta hugvit og allt þetta fjármagn í þetta og allan að mannafla að þá kemur eitthvað gott út úr þessu. Þannig að sko, það sem ég bara segja, mér finnst ekki sérstök ástæða til að nálgast þetta sko neikvætt, þetta sé eitthvað alveg hræðilegt vegferðisvík og það ekki þannig. Og því fleiri sem koma að þessu og því einbeittir sem við erum í þessu, þá munum við ná þessum árangri og við getum kallað það harðar aðgerðir og munum við setja einhver reglur og eitthvað alveg pottþétt. Það margt sem við erum að gera og munum halda áfram að gera. En þetta skemmtileg vegferð og við náum árangri með því að vinna það saman og það þessna það sem við erum að gera og ég óþolinmóður. Ég vildi helst að vegvísarnir hefðu verið kláraðir bara eins og mitt frábæra fólk veit sko bara síðasta haust. Þetta bara tekur ákveðinn tíma að vinna saman en það mun skila langmestum árangri. Takk fyrir þetta. Náttúrulega þetta með sko að það þurfi allir að vera saman í þessu og það þurfi að fleiri að koma að. Kannski það dálítil jákvæð vísbending að það eru miklu fleiri hérna heldur en voru í fyrra. Sagði ekki 75% fleiri, ég ekki alveg reiknað nákvæmlega. En ef við höldum bara áfram með listana eins og hann hérna í kosningunni, þá næsta spurning millilandaflug, það enda fleiri spurningar hérna neðar sem að snúast það líka. Það nú kemur hérna fram að millilandaflug losum helming á öllu jarðefnaeldsneyti samgöngum, það stendur hérna allavega. Kemur til greina að setja hömlur á flug hingað til lands til að minnka losun stórlega, þá kannski takið þið þetta ráðuneytis starfsmenn, Anna Sigurveig og Helga. Mér finnst þetta að vera mjög pólitísk spurning sem held að sé óneitanlega að vera svona pólitíki sem verða að svara þessu, hvort ég setja einhverja sérstakar hömlur. Ef maður fær þessa spurning hérna nær miðjunni. Hvað segir þá ráðherra? Er ekki bara að banna flug hingað til lands? Jú. Bæði einkaþotur og svona alls konar dót? Jú, siglinga líka og við bara hættum þessu bara. En svona í alvöru, kemur til greina að setja einhverja hömlur? Það náttúrulega verið að setja í samstarfi við aðra, þá náttúrulega að setja reglur sem eru mjög metnaðarfullar og við erum ekkert að kvika frá þeim. Þá svo það verið ákveðið misskilningur í umræðinni að íslensk stjórnvöld það alls ekki þannig, það bara að menn séu jafnfætis. En aftur, eigum við ekki bara að vera með grænasta flugið? Vera með? Grænasta flugið. Grænasta flugið, já. Við höfum bara tækifæri því, eigum ekki að setja okkur það markmið að við séum bara best þegar það kemur að því. Þannig að þegar þú flýgur til Íslands, þá það engin flugleið sem grænni heldur en okkar. Það bara spurning hvernig næsta ferð til Íslands verður þá? Já, ég meina, mér hef aldrei dreymt þann draum að við breytum þessu sko með því að ýta að takka. Þetta tekur allt saman tíma, en við eigum alveg mjög mikla möguleika og við munum taka þátt og okkar markmið. Ég hef aldrei heyrt neitt utan Íslands þegar fólk átt að sjá þessu, þá engin lengur að tala að það sé ekki metnaðarfullt markmið sem við erum með. En ég hef aldrei heyrt neitt halda því fram. Og við erum að taka þátt í þessu samstarfi með öðrum þjóðum í álfunni. En ég held að við ættum líka að setja okkur að markmið að vera með grænasta flugið og vera bara undan öðrum í því og það eitthvað sem við getum gert og við getum verið mjög stolt af því þegar við náum því. Takk fyrir það. Þá höldum við bara áfram niður listan. Ég veit ekki alveg hvort ég geti einhvern veginn allt þeim saman hérna Jóhanni og Arnóri, en næsta spurningin, hvort áhrifaríkar aðgerð bindingar kolefnis, stórfelld skógrækt eða endurheimt votlenda? Reyndar endurheimt votlenda ekki beinlínis binding, en þetta að við skulum snúa þessu þannig, hvort svona áhrifaríkara til þess að minnka samlagt kolefnisspor og þar með kannski komast nær kolefnishlutleysi, hvað sem það verður byrja? Ég get byrjað aftur. Sko eins og Arnór sagði áðan að þá staðan svo að það ekkert eitt sem leysir þann vanda sem við stöndum frá fyrir. Við þurfum bara að gera ýmiss konar. Og bæði skógrækt og endurheimt votlendis skila kolefnisbindingu. Við vitum það. Og það hvort það gerir leiðir sem við eigum að fara og vissulega erum að fara. Það sem við þurfum hins vegar kannski að gera okkur grein fyrir til hvers leiðir þetta til lengri tíma og hugsa hlutina kannski í svolítið stærra samhengi heldur en að okkur hættir til að gera svona á hverjum tímapunkti sem við erum að
velta þessum hlutum upp í umræðinni. En það er ekki hægt að svara því, sko, hvor aðgerðin er betri, skógrækt eða endurheimt votlendis. Það eru báðar góðar, þær skila í raun og veru báðar bindingu kolefnis til langs tíma. Það er mikill eðlismunur á því hvernig bindingin á sér stað og það er náttúrulega hlutur sem fólk þarf bara að gera sér grein fyrir. Það er það sem ég er að vísa til með svona langtíma hugsun í þessum hlutum. Arnar, viltu bæta ykkur við þetta? Nei, ég bara tek alls og undir þetta. Þetta eru tvær mjög mikilvægar aðgerðir og það þurfa báðar að eiga sér stað og það er eitt sem er mjög mikilvægt að undirstrika, það eiga sér ekki stað á sama landinu. Þannig að það er ekki þannig samkeppni land. Það verður að hafa það í huga líka. Við erum að vinna á þurrlendi í skógræktinni. Þarna erum við að tala þá framræst votlendi sem verður þá breytt aftur í votlendi. Er þetta ekki svolítið þannig eins og að tala áðan að við erum ekki í þeirri ákjósanlegu aðstöðu að geta bara valið eitthvað svona þægileg aðgerð? Einmitt. Það þarf örugglega að gera bæði. Ef við ekki bara vinda okkur í næstu spurningu, ég taki áfram bara niður vinsældalistan. Næsta spurning, hvernig ætla stjórnvöld að tryggja að aðgerðir í loftslagsmálum vinni ekki gegn líffræðilegri fjölbreytni? Nú veit ekki alveg hver vill taka þetta. Þetta er eiginlega pólitísk spurning. Þetta getur verið pólitísk spurning, hún getur líka verið hugsanlega stofnanapólitísk eins og það heitir á einhverju máli. Nú þið ráðuneytis starfsmenn, þið hefðu ekkert fengið að láta ljósið skína held ég. Treystið ykkur í þessa spurningu? Þetta er ekkert alveg einfalt. Sko, ég get kannski ekki alveg fullyrt hvernig við ætlum að gera þetta nákvæmlega nema við ætlum vissulega að hafa þessa kategóríu með þegar við metum aðgerðir að það verði passað upp á þetta. Það verði svona einn af þeim hlutum sem verður hakað í bóksið að það verði tryggt að það verði ekki gengið á líffræðilegan fjölbreytileika þegar farið er í aðgerðir. Þannig að við erum alveg komið með þetta á radarinn ef við svo má segja, þannig að þetta sé hlutur sem verði að hafa í lagi. Arnór, bæta við þetta? Já, ég var aðeins að reyna að koma þessu áðan með myndina af Íslandi, þar sem ég var að sýna þá láglendi og þá landnýtingar þörf sem þessi aukna skógrækt þarf. Hún er óskaplega lítil og við erum búin að gera greiningu á því landi sem að talið hafa verndargildi og þá sjáum við að það er mjög mikið eftir að landi sem gæti verið tiltækt til skógræktar. Og það er ekki okkar ásetningur, alls ekki í skógræktinni að stuðla að fábreytni, líffræðilegri fábreytni í einhverju mynd. Heldur munum við ganga í takt með öllum í því að stuðla að líffræðilegri fjölbreytni, að hún verði varðveitt. Og þá erum við endalega að tala bæði fjölbreytni í gróðurfari og fjölbreytni í smádýralífi, jarðvegi og svo framvegis fuglalífi og allt mögulegt. Vill einhver bæta við þetta? Vill ráðherra segja eitthvað meira líffræðilega fjölbreytni? Já, ég brenn nú mikið fyrir þessu og ég reyni að koma þessu allstaðar sem get og það er auðvitað alveg bara, það er alveg einurð í okkar hópi með það að við ætlum ekki að búa til önnur vandamál þegar við erum að leysa þessi. Og ég held að vitundavakning sé svolítið mikilvægt og við erum með, það er komin drög að grænbók líffræðilega fjölbreytni. Mesta ógnunin tengist kannski ekki alveg loftslagsmálunum, heldur er eldisfiskurinn í sjónum, en síðan berum við ábyrgð á fuglategundum og mófuglum til dæmis. Og það er mikilvægt að því ég stundar nú svona í hjáverkun líka skógrækt og landgræðslu að við sem tökum þátt í því séum meðvitað áhættunar og fá leiðbeiningar það að þegar við erum að rækta skóg, til dæmis að við erum ekki að ganga á búsvæði fugla, svo einhver dæmi sé tekin. Það eru þetta fleiri þáttir, en þetta er bara eitt af því sem við þurfum að vera alltaf með augun á. Og því að þegar veldur skaða þegar kemur að líffræðilegri fjölbreytni að það getur verið mjög erfitt að snúa því við. Og stundum óafturkræft, eins og við Íslendingar gerðum með geirfuglinn. Nú gerast með ágengar spurningar flug. Ég veit ekki hvort ég fáum ykkur meiri svör með flugið, en það er ráðherra reynda spurður á því hvað hann meini með grænasta flugið og hverja ber ábyrgð á því að flug sé grænt. Það er kannski svolítið tæknileg spurning? Nei, hún er ekki tæknileg. Þetta snýr náttúrulega því að við erum að fara í græn orku og það út á það gengur þetta samstarf.
og menn að fara í íblöndun eftir bara ákveðnum reglum. Það verður að setja kvaðir á flugfélögin með það og það bannar okkur enginn að vera best. Það bannar okkur enginn að vera fremst þegar því kemur. Auðvitað, sumt af því stýrum við ekki, það að segja þarna hvernig tækniframfarirnar eru, en ég hef ekki heyrt neinn halda því fram að þetta sé ekki á leiðinni og það er verið að vinna þessu jafnt og þétt. Og sumt getum við gert strax. Þannig að og margar þjóðir líta til okkar og segja halda að þetta sé bara ekkert mál fyrir okkur, þetta er þetta ekki alveg þannig. En þar eru sóknarfæri og við erum ekkert að sækja undan því að önnur spurningarnar fyrir ekki færi bara undan þá frá EU. Þetta snýst ekkert það. Þetta snýst það að það er að búa til reglur og það er bara þarna milli flugið og eins og reglurnar eru núna, eins og að liggja fyrir, að þá er það bara þannig að þú ert að taka út Ísland, íslensk flugfélög og segja að þið bara geti ekki starfað. Mun eitthvað flug hætta hér? Nei, það mun ekkert hætta. Það mun bara fara til Bretlands. Og mun verða eitthvað gott fyrir loftslagið? Nei, verður ekkert gott fyrir loftslagið. Og þetta er svona bara, þegar verið að semja reglur, að það er ekki alveg sama hvernig það er gert. Og þetta hefur ekkert að gera með metnaðarleysi íslenskra stjórnvalda þegar kemur á flugi. Langur vegur frá, svo það sé alveg skýrt. Það er kannski pláss fyrir eina spurningu viðbót. Við ætlum að reyna að vera ekki nema svona mínútu í viðbót, þannig að fólk fái nú lífrænt vottaði veganmatinn sinn. Ég svona aðeins í vafa hvað ég á að velja. Það er svolítið búið að koma inn, það er búið að koma inn á flugi, það er verið að tala neyslu. Það kom spurning áðan sem reyndar að gefst á blaði, en það var spurning það var verið að tala samtali við atvinnulífið, hvort það verið ekki tímabært að taka líka upp samtal við hópa fólk sem verður verst fyrir barðinu á loftslagsbreytingu, sem svona einhver hagsmunasamtök eins og fólk sem glímir við heilsuvanda sem tengist þessu og svo framvegis. Er ekki bara annars best til þess fallin að svara þessu? Tekið þetta. Kannski svolítið pólitískt líka varðandi að maður fer út í ykkur frekari áform, en bara almennt þá er þetta svona, þú veist, þetta er fyrsti áfanginn í kannski víðtækara samtali sem við þurfum að eiga við almenning og bara fólki í landinu og samfélagið allt að þú veist, það þurfa fleiri að fylgjast á bakvið þessi markmið og gera sér grein fyrir því að þetta sé sameiginleg vegferð. Þetta er ekkert eitthvað sem að allir, einhver einn getur unnið eða hvort stjórnvöld geta sett með einu pennastriki nokkra reglur og þá er þetta komið. Þetta þarf að fara inn í bara breytta hugsunarhátt og hegðun og svolítið þetta breytta hugarfar líka sem að Elva kom aðeins inn á í sínu erindi. Og þannig að þetta er svona, já, þetta er alveg góði punktar, en það sem við erum líka bara að gera með samdrætti í losun, þú veist, við erum alltaf með einhverjum ákveðin svona element sem við þurfum að huga til og líffræðilega fjölbreytnin var eitt. Áhrif á jaðarhópa er annað og það eru svona, þú veist, við viljum ekki búa til aðgerðir sem einmitt búa til önnur vandamál. Takk fyrir þetta. Nú förum við að ljúka þessu. Er eitthvað sem að svona brennur á ykkar sem bara verður að komast á framfæri til þess að fólkið fari ekki bara einhvern veginn óupplýst og óanagt heim í kvöld? Ef það er ekki... Ég bara kannski aðeins bara út af þarna, það er aldrei ómikið samtal og aftur ég nú svo sammála hvað gaman að sjá aukninguna hér og því meira sem við förum í þetta og ræðum þetta og því fleiri hópar, því betra. Við höfum aldrei setja upp og við bara rættum þetta ómikið, við kynntum þetta fyrir ómörgum, við fengum ómörgum viðbrögð. Það er aldrei að fara detta inn. Ég mun aldrei sjá eftir því að kynna þetta fyrir ómörgum. Ég var að fara að beita tækni sem ég lærði einu sinni sem að notar svona í fundarstjórnum. Ég vil kannski bara segja ykkur frá því. Það maður segir svona, er einhver sem vil kannski koma ykkur og fleira á framfæri? Ef svo er ekki, þetta lærði ég á árunum mínu sem sveitastjóri einhvers staðar út á landi fyrir mörgum árum. En þá bara ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir og ég vona að ykkur sem að sitja í Q-inu og A-inu, þetta voru aðalega A, ég var með Q-in, þið voru með A-in. Ég held að það bara gengi ágætlega, það er mjög mikið af kúum hérna eftir, eða kúum, ég veit ekki hvað það heitir eiginlega. Spurningar, já, alveg rétt, það heitir á íslensku spurningar. Það er fullt af ósvöruðum spurningum, en það er takmark fyrir hvað þetta komast yfir á stuttum tíma. En nú er semst komið að matarhléi